Já, góðan daginn. Fyrir hönd Samkeppniseftirlits þá langar maður að bjóða ykkur velkomin á þennan opna fund eldsneytismál, samkeppnisaðstæður og eldsneytismarkað og Guðrún Ragnarsdóttir heiti ég og formaður stjórnar Samkeppniseftirlits. Og ég verð nú bara að segja það sem búið að vera aðeins í umfjöllunum undanfarna daga að þrátt fyrir það að ég sé eina konan sem var nafngreind í auglýsingu fundarins þá ég virkilega ánægð að sjá að kynjahlutföllin séu nú aðeins betri hérna hinum beint á móti mér. Þannig að það bara mjög ánægjulegt. En það svona stundum að við náum ekki að raða þessu betur saman eftir kynjahlutföllum. En ég held nú að fundurinn verði ekkert síðri fyrir það. Allan að treysti á að karlmennirnir standi sig vel í dag. En þessi fundur liður í ferli markaðsrannsóknar eldsneytismarkaðsins, samkvæmt reglum markaðsrannsóknir og tilgangur fundarins að gefa hagsmunaaðilum og öðrum færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi skýrsluna. Til að rifja aðeins upp þetta ferli að þá hófst markaðsrannsóknin í júní 2013 og síðan tók við gagnaöflun og samtölu hagsmunaaðila fram að mitt ár 2015. Ég sagði júní 2013 hófst þetta fyrirgefið. Hagsmunaaðilarnir voru allt frá því að vera starfandi fyrirtæki til almenna neytenda. Frummatsskýrslan var síðan gefin út í nóvember 2015 og hafði hagsmunaaðilar þá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri fram í mars 2016. Það bárust 22 sjónarmið og hefur eftirlitið verið að meta í framhaldinu hvort og að hvaða leyti ástæða til að endurskoða frummatið. Síðan erum við komin að þessum fundi í dag og í framhaldi af þessum fundi og mati á fyrirnefndum sjónarmiðum mun Samkeppniseftirlit þá taka ákvörðun það hvort að telji enn til staðar að það séu aðstæður og háttsemi sem skaði samkeppni á þessum markaði og ef það mat eftirlitsins að það sé ekki til staðar neina samkeppnishindranir né að það sé hægt að grípa til mögulega úrbóta þá lýkur rannsókninni en annars þarf að skoða hvort að frekar úrbætur sé til staðar, mögulegar. En Páll Gunnar mun fara betur yfir það í lok fundarins, svona næstu skref í þessu máli. En ef við horfum aðeins á dagskrána, að þá er hún þannig uppbyggð að fyrsti hluti fundarins samanstendur af því að við spilum viðtöl við Samkeppniseftirlitið við einn fræðimann og forsvarsmenn 3 Samkeppniseftirlita. Megintilgangur með þessum myndböndum að gefa ykkur aðsjón að því hvernig samkeppnisaðstæður á sambærilegum mörkum eru erlendis og þá erum við bæði að skoða markaði það sem samkeppnisyfirvöld hafa þurft að grípa til einhverja ráðstafana eða eitthvað hefur verið athugavert við samkeppnisaðstæður eða markaði þar sem ekki hefur verið neitt sem kallar á frekari inngrip. Mér langar líka að benda á það á heimasíðu Samkeppniseftirlits viðtal við nokkra aðila sem áhugavert að hlusta á ef þið hafi ekki þegar hlusta á þau viðtöl og það meðal annars við Frosta Ólafsson, framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, Hermann Gunnarsson, framkvæmdastjóra Kemi, Jóhannes Gunnarsson, formann Neytendasamtakanna og Tryggvi Axelsson, forstjóra Neytendastofu. Eftir að hafa hlustað á þessa erlendu sérfræðinga verður spilað örstutt myndband þar sem helstu niðurstöður frummatsskýrslu Samkeppniseftirlits eru dregnar saman. Eftir þessi 2 myndbönd hefjast pallborðsumræður og form þeirra á þann veg að í upphafi hverjar umræðu verður stutt myndband þar sem helstu sjónarmið sem bárust Samkeppniseftirlitinu varðandi ákveðin málefni verður birt. Í framhaldi af því mun Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasvið HÍ, stýra umræðum þar sem að við verðum farið í einstök atriði sem hafa haft mest áhrif á samkeppni á eldsneytismarkaði og markmið umræðunnar ekki að endurtaka þau sjónarmið sem þegar hafi komið fram, heldur frekar að dýpka þá umræðu sem hefur orðið nú þegar, þannig að menn átti sig betur á efnistökum einstöku atriða. Nú verður sem að spila það viðtal við Samkeppniseftirlits við einn fræðimann og forsvarsmann 3 Samkeppniseftirlita. Viðmælendur Samkeppniseftirlits í þessu myndbandi Andreas Mundt, forstjóri þýska Samkeppniseftirlitsins og formaður stýrihóps alþjóðasamtaka samkeppnisyfirvalda, Severin Borenstein, prófessor í hagfræði við Berkeley Háskóla og formaður nefndar sem veitir stjórnvöldum í Kaliforníu ráðgjöf samkeppni og eldsneytismarkaði. Og svo kemur hérna
ég er ekki klár í portugalsku, en H.E. Gata held ég að sé borið fram, sérfræðingur hjá portugalska samkeppniseftirlitinu og John Riley, verkefnastjóri hjá breskum samkeppnisyfirvöldum. Gjörið svo vel.